Við ætlum núna að fara yfir svona hvernig við notum tólin frá HÍ og það sem ég að nota til þess að sýna ykkur hvernig þetta er. Þannig að ég ætla að hafa þetta svona tiltölulega stutt og svo getið þið skoða þetta aftur ef þið lendið ykkur vandræðum. Hérna er þetta opið bara inn á Uglu síðuna, þannig að þið skráðu ykkur inn í Uglu, farið hérna punktu við hérna námskeiðinu og segir verkfæri, þá getið þið séð þetta. Þið sjáu þetta ekki nákvæmlega eins af því að nú er ég skráður eins og kennari. Svo munið þið sjá hérna þegar dæmitímakennarnir komnir, þá munið þau bætast hér við listan. Það er ekki mikið hér sem þið þurfa að nota fyrir utan prófasafnið. Þannig að hér getið þið farið og skoðað öll prófin síðan bara 2013. Þið getið bara sótt þau og skoðað þau núna eða seinna. En þið munið mest vera í Canvas og þá er Canvas hér. Já, ég er búinn að birta. Þannig að nú ætlum ég bara að hoppa yfir eins og ég sé nemandi og þá sjáu þið þetta svona á forsíðunni, vísa ég yfir á GitHub, hér koma tilkynningarnar, þannig að þið getur farið hér og skoða tilkynningarnar og þið fáið það líka annarkvort í appið eða í netfangið eða bæði, eftir bara hvernig þið setjið þetta upp og þá sjáu þið ef það er eitthvað. Til dæmis að svo eftir tíman í dag, annarkvort í kvöld eða í fyrramálið, mun ég senda tilkynningu sem segir hérna takk fyrir tíman, hér eru fyrirlestrarnir uppteknir, verkefni 1 er sett fyrir, það skilast X og svo, þú veist, dæmitímar eru ennþá í vinnslu, svo þegar dæmitímarnir eru komin á hreint, þá sendi ykkur tilkynningu sem við, hei, dæmitímarnir eru komin á hreint og skrítið duttu úr töflu, en við erum búin að finna út af því og þeir eru komin aftur inn og da. Þannig að ég ætti að vera proaktiv að láta ykkur vita öllu því sem þið þurfið að vita. Svo ef það er eitthvað klikk eða eitthvað og ég ger eitthvað mistök, þá sendi ég ykkur líka og segi, úps, herru, þetta var nú vandræðalegt, en hér er eitthvað sem vonandi gerist ekki. Síðan er það verkefni og þá fáið þið þau upp hérna. Ég mun setja þau fyrir og opna þau svona cirka 2 vikum áður en á að skila þeim. Þannig að núna á 50-daginn þegar ég er að klára að preppa fyrir næstu viku, verkefni og allt það, að þá mun ég opna fyrir það hérna, setja hann á GitHub, en ég mun svona ekki senda ykkur sérstaklega tilkynningu fyrir en eftir fyrirlesturinn, þegar ég er búinn að segja ykkur svona hér að þetta sé að gerast. En ef þið viljið bara byrja strax, þá getið þið fylgst með hér og opna verkefnið og byrjað á því. Þannig að þetta er eiginlega það sem við munum eingöngu nota í Canvas. Nema að þegar þið eru að skila hérna, sem ég gleymi ekki, að þá ætla ég að setja hérna, þið núna allir með verkefni, þá eigið þið að skila tvennu. Þið að skila SIP-skrá sem er með HTML-inu og myndinni sem er í verkefni 1 og síðan er að vera með slóð á þetta á Netlify eða annarri hýsingu. Þá þurfum að byrja því að segja hérna upload, svo þegar þið eru búin að skila þá þurfum að bæta við athugasemdum með slóðuna. Þegar Canvas leyfir ekki að gera bæði, að skila annarkvort texta eða skrá, eða texta og skrá, það er annarkvort texti eða skrá. Þannig að munið það, fyrst setjum SIP-skrána og svo setjum athugasemd með slóðinni. Svo þegar þið fáið endurgjöf, þá fáið þið bara hei, það er búið að birta einkunnuna, kennari hefur birt einkunn, þá farið þið inn, sjáu einkunnuna ykkar og hugsanlega einhverjar athugasemdir, eiginlega alltaf athugasemdir, það sem að dæmitímakennarinn er bara með svona rúbrik sem að þú veist, segir til hvað er verið að fara eftir og þið fáið niðurbrot á einkunnuna ykkar og einhverjar athugasemdir hugsanlega eitthvað svoleiðis. Þá getið þið svarað þar, en dæmitímakennarinn fær ekki tilkynningu einstaka svör við því sem þau hafa sett inn. Þannig að þið þurfum líka, ef þið viljið fá svar frá dæmitímakennarunum, að senda þeim skeyti í e-mail eða á Slack. Þetta er bara, svona er Canvas og ég veit ekki af hverju. Við erum síðan hérna með þetta GitHub. Þetta lítur svolítið skringilega út svona þegar maður byrjar að skoða þetta, en þið viljið vonandi fljóta að læra inn á þetta. Þannig að þá opnast þetta og þá sjáu þið hérna eitthvað svona, einhvern struktúr, möppustruktúr. Þannig að hérna sjáum við 3 foldera eða möppur og svo einhvern slatta af einhverjum skrám. Svo skrollum við aðeins niður og hér er svona kjötið í þessu. Þannig að hér er kennsluáætlunin. Við erum hérna í viku 1. Þetta er sem við gerum næstu viku og svo framvegis út þessar 13 vikur og svo er hérna 14. vikan sem að þetta er svona saman hérna. Þetta er svona buffervikan okkar hérna. Og svo kemur bara svona almennt áfangan hérna. Þannig að í viku 1 er nánar fjallað kennsluáætlun og námsefni. Það er það sem við vorum að klára áðan. Þannig að ef þið eru að hlusta á þetta í framtíðinni eða eru að skoða þarna
þá getið þið alltaf að fara tilbaka og þar vísað í bæði upptökuna af fyrirlestrinum áðan og efni sem ég fór yfir. Sér hérna bara kennslualmælingi á HÍ, alltaf gott að vera búin að skoða það, vita svona hvar eru lykildagsetningarnar yfir misserið. Og við erum bara hérna, kennsla hefst, yey. Og svo getum við séð hérna, hvenær próftablan birt, 30. september. Þá munum þið í mánudags fyrirlestri og eftir þeirri dagsetningu, þá munum við tala lokaprófi og hvenær það Síðan bara svona high level hvað hérna. Það eru vikublöð, það námsefni, það eru lykilhugtök, það eru fyrirlestrar, dæmin og svo hérna mun tínast inn viku fyrir viku, hvert og eitt vikublað, bara í yfirliti. Síðan eru verkefni, þau munu samanskapi, tínast inn viku fyrir viku, alltaf ný verkefni, það sem ég að halda utan hérna. Hvað verið að gera? Ok, verkefni 1, sett fyrir í dag, skilast 29. ágúst. Það verður engin sýnilaust gefin út af þessu, þetta tiltölulega einfalt verkefni. Það markmiðið með því að setja upp hennar ritil sem við ætlum að vinna verkefnin okkar í og gera síðuna aðgengilega vefnum gegnum Netlify og eiginlega líka svona inngangur að HTML. Þó svo að við séum ekkert, fókusun ekki HTML, fókusun að setja upp tólin til þess að við getum síðan í verkefni 2 sem að mun fókus á að læra bara HTML og skrifa HTML og þar verður nánar HTML. Síðan hópverkefnin, það eru linkar hérna en þeir eru óvirkir af því ég ekki búinn að setja inn skilgreininguna en þeir munu koma svona, ég veit það ekki, eitthvað fyrir áður en við setjum það fyrir og það ekki alveg komið nákvæmar dagsetningar, þannig að þetta svona aðeins fljótandi, ég eftir að skilgreina þetta betur. Dæmitímar, þau eru í vikum 2-14 og það bara hérna, þið skoðið bara sjá það á Uglu og Canva síðu. Nánar loka bara seinna, þannig að þá uppfærist þetta og það kemur sér svona dót lokaprófið. Ok, þannig að við hoppum hérna í vikublað 1. Það þá það sem við erum með núna, við getum ítt hérna og opna þetta svona. Og þá fyrst bara, hér svona placeholder fyrir fyrirlestruna, þannig að þegar ég búinn núna að upplóta fyrirlestrunum, þá mun ég uppfæra þetta og hér í staðinn koma bara linkar á vídeóin, þar sem ég geti horft á þau. Ég mun líka upplóta þeim og með þess að upplóta þau hérna inn á YouTube. Hér lesefnið sem þið ættu að fara yfir í þessari viku. Þetta ekkert eitthvað krúsjál að þið farið yfir þetta eitthvað alveg mikið, en þetta svona saga vefforritunar og það mikið þetta búið að vera mjög skemmtilegt þessi senustu 30 cirka ár sem þetta búið að vera, en ég ætla ekki að fara nánar í það hérna, ég ætla að skilja þetta eftir fyrir ykkur og upplifa þetta sjálf. Svo eru uppteknir fyrirlestrar, þannig að hérna í raun kynningin, ég eftir að setja hann inn, svo inngangur og ég opnum þetta bara hérna í nýjum tab og HTML. Þetta hérna eru hérna fyrirlestrar sem ég tók upp 2001. Ok, svo hérna dæmi sem við erum að fara yfir, þetta ætlum við að skoða eftir og svo eru lykilhugtök. Þannig að eftir þessa viku þá ættu þið að vita hvað allt þetta hérna þýðir. Og þið vitið það svolítið í dag. Þið vitið hvað internetið en vitið munin á internetinu og vefnum og hvað vefþjónn og hvað HTTP og vefsíða og vafri. Þetta svona, við erum að skilgreina þetta svona tiltölulega vel en samt ekkert, við erum ekkert að eltast neitt við eitthvað mjög góða skilgreiningar á sömu hlutum. Síðan eru þessi verkefni hérna, ég ætla að gema þetta og þá þetta hérna. Þegar þið eru búin í dag eða einhvern tíma fram að næsta fyrirlestri þá ætlið þið að vera búin að setja Visual Studio Code eða ef þið notið einhvern annan ritil þið hafið verið að nota eitthvað, þið hafið notað Sublime eða þið hafið notað Vim eða Emacs þá getið þið bara notað hann áfram. En bara að þið séð með svona ritil sem hugsaður til forritunar. Þannig að hann hefur stuðning við ýmis svona tæki og tól sem við getum sett upp. Þið ætlum síðan að búa til aðganginn Netlify og ég ætla að sýna ykkur það á eftir hvað það þarf að gera. Og þið ætla að byrja verkefni 1. Þið ætla að skoða YouTube-brásina og þið getið, ef þið viljið fá að vita nákvæmlega hver ég uploada öllu, þá getið þið subscribe þar. Síðan ætla ég að skoða aðeins hérna MDN sem ég nefndi áðan, Mozilla Developer Network, sem svona mjög góð síða með bara mikið af dæmum og skilgreiningum og útskýringum á hugtökum og hlutum sem að tengjast vefforritun. Og þar til dæmis bara sérstök undir síða hjá þeim sem bara Learn Web Development, sem bara svona
annað take á það sem við erum að fara í gegnum hérna saman. Og síðan ef þið viljið þá getið sett upp Slack og farið inn á vefforritinu á Slackið og passað að vera á þessum rásum og þar kemur eitthvað inn. Það er yfirleitt svolítið dautt svona til að byrja með, en svo svona cirka þegar að verkefni 2 eða 3 fyrir að skilast þá fer að detta inn spurningar þar og eitthvað svona. Þannig að þið hérna getið verið undirbúin undir það. Ok, þannig að við erum þá með hérna námsefni, þá er þetta inngangur, þannig að hérna er ég að fara yfir bara fyrirlestur, 45 mínútur langur fyrirlestur bara vefforritun og vafra og hvað öll þessi hugtök hérna voru. Þannig að ef þið viljið skoða það, fínt. Ef þið viljið bara geta skannað hérna hvað er eiginlega vandræðalegt, hvað er hérna, þá er bilaður linkur sem ég ætla að laga, ég ætla að nóta það hjá mér. Linkur F1, ok. Þá sjáum við hérna og þá er þetta, þú veist, glærurnar mínar eru allar skrifaðar í Markdown og eru síðan túlkaðar yfir í HTML. Þannig að þá getið þið séð hérna, þetta er það sem að þessi fyrirlestur fer yfir og eru bara skilgreina hérna þessi hugtök og hvað þetta er. Og þetta svona krossar aðeins yfir það sem ég er búinn að fór yfir áðan. Sumt af þessu er outdated, til dæmis að nota heimasvæði hjá HÍ. Það var lagt niður fyrir 2 árum og er ekki lengur, þess vegna notum við Netlify í dag. Svo ef við opnum hérna vídeóið, og þá sjáum við bara hérna, og það er bara inn á YouTube, þá sjáum við hérna, þetta var hérna í COVID, þannig að það var allt á Zoom, og þá sjáum við bara hérna, þau getur skrollað fram og tilbaka og hlusta á fyrirlestur, yey. Sama fyrir HTML, þá er það bara hérna, þessi linkur virkaði, og þá er bara eitthvað hérna, hvað er HTML? Þá er hérna, hvað er Markdown? Já, Markdown er típa af markup language til þess að gefa kóða merkingafræðilega skilgreiningar óháða því hvernig hann birtist. Hvað er hérna, hvað er W3C og eitthvað svona? Vafrastríðin, spennandi. Voru stríð? Já, það voru stríðkrakkar. Samt ekki þannig, það er ekki, já. Og svo bara eitthvað hérna og svona. Þannig ég ætla ekki að eyða meiri tíma í þetta. Þið ætla að skoða þetta og fá aðeins upplifun af því hvað, þú veist, hvernig þetta er eftir að hafa núna séð mig fara að brasa aðeins við þetta. Og svo er nýtt í ár er að ég ætla að safna saman öllum þessum lykilhugtökum með skilgreiningum og vísunum áfram í eitt skjal. Þannig að það verður bara eitthvað svona algjört skrimsla skjal í lokinu örugglega með fullt af dóti. Það sem er bara hérna, ok, hvað er textaritil? Það er oftast eitthvað Graphical User Interface forrit sem vinnur með texta. Hér er meira í vefforritinu á bókinni, hér er meira á Wikipedia og hér er það sem við ætlum að nota og er það sem er yfirleitt. Og svo bara er þetta fyrir öll hugtökin hérna. En svo er vikublað 2 komið inn, þannig að þið getið byrjað að skoða. Það er bara fyrir næstu viku og þá er þetta bara eins. En svona mun þetta bara rúlla í 14 vikur, eða svona 12 vikur sem er alveg að fara yfir eitthvað efni og þá verður þetta bara takturinn okkar. Ok, hvað spurningar? Erum við að nota HÍ netfangi á Netlify og GitHub? Erum við að nota HÍ netfangi á GitHub eða Netlify? Þið getið gert það. Þið getið skráð fleiri en 1 netfang á GitHub. Þannig að það er bara fínt að byrja það og ef þið viljið þá getið þið nýtt ykkur hérna sem við getum skoðað eftir. Svona studentboð sem að GitHub er með. Þá fáið þið aðgang að GitHub Pro á þess að þurfa að borga fyrir það af því að þið eru nemendur og þá þurfa að senda ykkur sönnun, þið eru að senda nemendaskírteini eða eitthvað svona. Þannig að já, þið getið bara byrjað á því og svo getið þið bara búið til annan eða þið viljið nota eitthvað persónulega. Ok.